djörfu hlustendur, þið hefðu komist yfir 101. þátt hlaðvarpsins 2 á toppnum. Farið svo að eitthvað ykkar verið gripið við hlustunina eða jafnvel drepin, þá munum við eins og alltaf hafna allri vitneskum gjörðir ykkar. Þessi þáttur eyðist sjálfkrafa eftir 5 sekúndur. Það ekki á þau? Jú, það gerir það. Eins og allir hinir. Það er bara hárið. Eins og allir hinir. Eyðum öllum þáttunum. Heyrðu, ok, þetta intro flip segir náttúrulega sást allt sem segja þar það að við ætlum eitthvað að tala Mission Impossible, hvað er þetta, 8? Já, það ekki það. Er þetta ekki númer 8? Og höfum kallað til sérfræðing. Heldur betur, já. Þetta er sérfræðingur. Birgir Olgersson. Já. Mega player. Megaplayer. Var ekki þannig sem að kynntum við síðast. Jú. Byggir, þú ert sérfræðingur í Mission Impossible. Sérfræðingur í Mission Impossible. Ég skal alveg fúslega gangast til því. Já, það er gott að ykkur gerir það. En áður en að við höfum þá í málmáluna sem er þessi meinti lokan ykkur, Tomfur. Þá, það var 100. þátturinn í síðustu viku. Manstu þetta því? Já, við gerum þetta. Við gerum þetta. Já. Heyrðu, og svo var þetta pub quiz. Já, það tóku þátt, 25 lið, eitthvað sliðis. 500 manns sem voru aðna. Já. Það var frábært. Já, það var alveg fullt af fólki á stúdentskjallaranum og bítast bíómiða og gos og poppar á sambíónum. Já. Og hann valda DFD pakka minn úr góða hyrðinum. Einmitt. Sem að var gerði góð rómara og þótti mjög fít, sko. Og svo tók ég allir öryggis eins og Henry Birgir og Benny Bós verið að gera, við vorum með DFD spilar líki vel, en hann var skilinn eftir. Það vildi enginn þykja DFD spilar. Nei. En þetta allavega, já, það var alveg haugur liðum og þetta endaði með þessi bráðabanna. Það er mjög skemmtilegt. 25. Liðana Kölski klæðist Krón og Bíófíkla, sem eru nú, eru keppinautar okkar? Eða, já, ég með, svona Tommi Valgeis og félagar, sko. Já, Kjartan Galdrakall. Það er svolítið vond að svona sérfræðingar komið og vinni þetta, er það ekki? Við hefum eiginlega átt að meina þeim þáttum. Já, nei, það er náttúrulega ekki hægt að banna, sko. Þið náttúrulega kannski ekkert múin að taka þátt í þeirra pökkusi. Já, einhverju pökkusi. Já, einmitt, jú. Já, en allavega, þetta var helviti gott og það var, þetta var ekkert brjálæðislega svíðinslegt, það voru haugur liðum með 80 stig af 20 og, já, af 100 mögulegum. Var þetta ekki bara fínt? Var þetta ekki bara skemmtilegt? Jú. Og við setjum náttúrulega þetta allt inn á toppfólk. Spurningan var? Já, og svörin. Já, snill. Það var lengur búið, ég bara, eins og heyrum á bara veikur og hef bara legið í, henglum. Hrikalegt mál. Alveg svakalegt. Herðu, svo ég náttúrulega ennþá líka ná mér bara eftir 100. þáttin. Já. Og sitja og tala við Henry Birgi og Benedikt Bóas Sylvester Stallone. Þú veist, ég tók 3 myndir. Það ekki? Jú. Já. Og ég horfði á Daylight, sem er hvalfjara gangamyndi með honum, sem allt hrinur og Stallone leigubílstjóri sem vill svo hefnilega til að vara áður slökkvilistjóri í New York og New Jersey og veit allt, sko. Geggjumynd. Og Detox, það sem hann er alki sem fer í svona afskekta löggu meðferð. Það sem var raðmorðingi sem er með hann á heilanum er mættur líka, sko, undir fölsku flaggi. Djús veisla. Já, þetta er allt, það er náttúrulega náð allir við 30% á rotta en alveg geggjaðmyndir. Já. Og svo bara tók ég Cobra, sko. Þú tókst Cobra. Þetta er ekkert eðlilega góð mynd. Ég þarf að sjá hana. Ég er bara búin að taka Rocky 4. Þetta er myndir sem var í ammálins Henry Birgis á Flatskeri eða hvað þetta heitir sem hann átti heima á. Kópaskeri. Já. Ég tók Rocky 4. Já. En Biggi, þú ert mikill Stallone maður líka. Já, sjálfsögðu, sko. Ég veit ekki, með uppbóls Stallone myndina mína, það sem er kannski magnasta upplifun sem ég átt að Sylvester Stallone er þegar ég fór á Rambo 4 í Ísafjarðarbíó. Ég held ég að staðið upp að klappa þá. Já, það er þegar hann kemst í stóru byssuna. Svo við töluðum mikið í síðasta þetta. Þá stóð ég upp og ég klappaði, sko. Við vorum allir bara á edge of our seat, sko, þetta var svo geðvegt. Ég á bara góða minningar með Sylvester Stallone, það er bara þannig. Já, ég veit, og ég eina ástæði fyrir maður að nefna uppbólsmyndir að það eru náttúrulega svo margar, sko. En hann er náttúrulega, sko, já, þetta er Rambo 4, þetta er svolítið kannski svipað í Kóbru, sko. Hann bara drepur alla og þetta er non-stop, sko. Alveg sallar niður vondurkallana sem eru bara til þess að láta drepa sér. Þetta er algjör veisla. Ég, eins og ég segi, horfði á Rocky 4. Vissu þegar hann gerði nýja útgáfa Rocky 4 fyrir nokkrum árum? Hann tók hann vélmenni út. Já, hann tók vélmenni alveg út. Og ég byrjaði að horfa á þá myndu, eitthvað Directors, eitthvað Ultimate, eitthvað. Ég eitthvað svona byrjaði að horfa á hana. Ég bara svona, býtu,
svo Nei, það gengur ekki hætti ég að horfa á þá mynd sko, að því Rocky gerði hana í COVID sko, víst, Rocky, Rambo. ég er náttúrulega Rambo, nei, Stallone Sylvester Stallone, Rocky þannig ég horfði frekar á upprunalegu myndina og fekk ég minn þá þetta robot, þetta þjónusturóbot og allt þetta Já, Mjög gott. það var í 4, já, ekki 3 það var 4 Það er myndinni sem að batt enda á kaldastríði eins og kom fram hérna í síðasta þetta akkurat Ég vil bara stóð upp og klöppuð Já, Komst Demolition Man á lista hjá þeim með það? já, algjörlega og ég hérna því að frekar stuð sem ég horfði á hana þá var ég að benda að horfa á hana aftur með sko augum samtímas hún er í rauninu sko ádela á Vogue-sturlunina sko löngu áður en að hérna, Vogue var bara helst yfir sko Nice og svona gervigreindir svona varðturnar alltaf hérna sektamenn fyrir að segja shit og fuck sko. Já, og maður að taka hana næst Er það ekki búin að sjá hana? Nei. Otur? Ég er ekki heldur búin að sjá Cobra Tango og Cash? ekki búin að sjá hana Já, hérna þeir tók hana aðeins fyrir hérna ég fekk því líkan skít fóringarnir síðan síðast ætti Herðu, svo er Mobland, það er búið þetta Guy Ritchie dæmi það gali ef við séum ekki að taka sér þátt þetta Já, viltu tjá þig eitthvað það? bara geðveikt, fáránlega gott 10 þættir, 10 þættir, tjöður sko. var þetta gott sko. Ég bara munist þess ekki lengi að séð svona spennandi þætti alltaf enda á cliffhanger sko og svo í síðasta þætti var ennþá að vera hendin einhverju svona nýju einhverju tvisti Já, sko. bara tvist fram á síðustu stundu sko. Biggi, þú verður að sjá þetta sko. Já, er þetta ekki þátturinn hans maður hérna að vera eitthvað að skvetta á minnmann Pierce Brosnan fyrir ískan heim Jú. Hvaða vitleisa er það? Jú, oddur meðal annars sko. Jú, og ég meðal hans ég þetta myndi mig svolítið á reymið sem hann tók sem Íslendingur inn í Eurovision myndinni sko. Ok Þetta var glæðið En býttu, nú sem sagt, þetta er náttúrulega skammalegt að maður að segja þetta því ég er í hinnum íslenska aðdándaklubbi Pierce Brosnan en er hann ekki íri? Jú, hann er íri Er hann íri? Hvert er Pierce vandamál? Brosnan Er þetta reymurinn hans? Er þetta Nei, reymurinn? hann var eitthvað að föndra með hann er búin að svara þess og bara byggði fólk bara um að anda með nefinu sko. hann var eitthvað að leita að einhverjum hérna þess að sko þessi hérna Harrigan sem að leikur írski glæbónin þeir eru ekki með sama reym hann bara svo það sé á hreinu sko. Ég skil En sko, já, hafa hann verið eitthvað brokk ykkur, þá bætti hann heldur betur upp fyrir síðasta hættinu, sko. Nei, ég meina- Sjúklega töff, sko. Bara 2 og 12, þú veist, við setjum þetta á nummer 1 á lista til hlustandar sem hafa ekki séð þetta ekki byrjaðar á þessu, bara horfið á þetta þetta er að besta sem er í sjónvarpi í dag sko. Já, klálega. Ég tek þetta strax í kvöld Og bara og veistland sem Tom býður Hardy er náttúrulega svo djöfull svalur, sko. bara, þú veist, og hafa þessar leikara saman sko. Já, og það er mitt P.S. Brosnan er búin að hafa eitthvað að vera að spyrja hann hvernig, hvort hann hefur eitthvað meiningar hver ætti að taka við Bond, sko. Og hann sagði alltaf nóga gaurum til þess, sko, en svo hann spurður enn Tom Hardy. Já, hann er þið frábær, sko. Alltaf gamall samt í raunin. En hann er náttúrulega alveg, ég veit ekki, sko, því að svo heldur maður svo með hans gaur, sko, sko, síkopati og morðingi fyrir allan peningin, sko, brjálaði ykkur, en ég vil gera hann það vel. Það er eitthvað annað, sko. Þú veist, það er eitthvað við hann hvernig að leikur hann sem að lætur mann, sko, er þetta síkopatið? Ég er ekki við, sko. Ég set stórt spurningamerki við það, sko. Ok, nei, þetta er sannlega bara góð gaur. Já, ég meina að hann er ekkert eðlilega kalkulegur. Nei. Svo náttúrulega besti síkopatin í þessu er náttúrulega Helen Mirren, sko, leika konun hans Pierce Brosnan. Og gaman að því, sko, að hún og Brosnan leiku saman, í sömum leiku bæði The Long Good Friday 1979. Þá er Pierce Brosnan kollungur og er einmitt írskur tuddi sem er að þjarma Bob Hoskins sem er svona glæpakongur í London, sko. Ok. Og Helen Mirren er frúin þar. Já. Mjög góð mynd. Já, þarf að sjá það. Já, rosa mikið sem þú ætti að sjá. Já. Þetta er svo Magda segir þetta hérna, þú veist að telja upp leikarna í þessu Guy Ritchie leikstýra og þetta er sjónvarstáttur eða þú veist sjónvarserja þetta er, þú vorum að ræða þetta held í síðast í varðina bara það er allt, öll gæðin eru algjörlega farið þangað Já, algjörlega. Sko. Og þetta er bara, þú veist, það finnast að við þetta er eiginlega að þeir heiti Mobland. Það er eiginlega sem er minnsti metnaðurinn laður í þess að þetta, sko. Þetta geti heitið eitthvað miklu betra namni, sko. Þú veist, Mobland, þetta, ég veit ekki af hverju, ég fæði tilhengu þegar ég heyri Mobland að þetta sé eitthvað svona, þú veist, B-Netflix-sería eða eitthvað. Já, þetta er svona kannski svolítið skrítinn titill en hérna leðu þú sér nafnalistan þá ofta ekkert að þurfa neitt að pæla meir í því Einmitt. Hérna svo ætlum bara svona nefna það hérna vinsalasta shiti á Netflix svona Department Q Einmitt. og ekki bara hér, þetta er náttúrulega
vinsælt víða lönd. Hvað byggir, þetta eru skoski þættir, gerist í Edinborg? Já, þetta er skoski þættir sem gerist í Edinborg, en þetta eru danskir krimmar, þetta eru danska glæpasögur, sko, sem búið að kvikmynda, þetta eru 10 bækur eftir Jussi Adler Olsen, síðasta kom bara út held í fyrra, hann ætla alltaf að vera með 10 bækur, sko. Karl Mörk, og bara eðastöf, hann leik Karl Mörk í dönsku, Nikolaj Lie Kaas, sem var í meðal annars sinna. Stærðfræðingamyndinni, hvað heit hún? Riddara réttlætisins eitthvað með Mads Mikkelsen. Sástu hann ekki? Jú, ég sá hana, ég man eftir henni, hún var skemmtileg. Ógeðslega fyndin. Já, og svo var hann búið að skipta hann út leikurum í þessu danska, það eru komin einhver nýjir, ekki Fares og Nikolaj Lie Kaas, en svo bara allt í enn túkar þetta upp og færi til Skotlands. Ég er búin að horfa á þetta. Alveg, 9 þætti. Já. Þetta hefði náttúrulega aldrei höfð það 9 þættir, sko. Nei. Þetta er rosalega mikil svona Netflix-sería, greinlega búið að panta 9 þætti, þannig að maður er alveg... Ég er hann að horfa nokkra þætti og bara... Þetta, sko, að því að, sko, en þetta er greinlega síðan, sko, vera, held ég, þetta var nú bókin, þetta, hún er Konan í búrinu, var fyrsta myndi sem var kvikmyndveldi í Danmörku. Já, Og svo er líka verið að koma með Origin-söguna, hvernig, sem sagt, þeir eru alltaf Karl Mörk er traumatísar eftir að verða fyrir skotarás sem besti vinur hans og löggufélagi er lamaður eftir það allt saman, sko. Og þetta er allavega þetta er að fá alveg rosalega fína dóma og það er verið að tala að þetta sé bara slow horses, næstu bærvið fyrir slow horses fólkið, sko, að því að þetta eru lélega löggur eða svona átkastlöggur, sko. Þetta er náttúrulega aldrei af gott og slow horses. Nei, og ég sé Dani haldaði fram að þetta sé, sko, miklu betra en dansku myndina, sko. Það er típist að þurfa að taka þetta og færa þetta til Skotland, sko, en ég hef búin að lesa þetta bækurnar og búin að sjá eitthvað af þessum myndum og þetta er ógeðslega gott, mér finnst það alveg, en það truflar mér rosalega, ég er alltaf í köpinn einhvern veginn, ég er alltaf eitthvað að hnjóta það, þetta er Edinborg. Edinborg er náttúrulega fullkomna, þetta er fullkomið sögursvið, fullkomið sögursvið undir svona sögur. Já, en það var rýpust það, sko. En þessi sería hefði alveg mátt vera 6 þættir en ekki 9. Já, eða bara dýfa sér í næstu bók, sko, en það kemur okkur meira, en eiginlega, sem merkast þetta er að gaurinn sem leikur Karl Mörk, Matthew Good, veistu hvað þetta er? Þetta bróður David Tennant, Nei. Það er lítið mikið svona David Tennant orka. Nei, hann var Ozymandias í Watchmen myndinni og sko best af öllu er að hann var eitthvað í Downton Abbey líka og Abigail vampírumyndinni, en það sem ég geggjaðast er, sko, hann var hann leik Robert Evans í The Offer, þáttunum brölti sem að kosta að gera gottfæðir. Gerson, þú þekkir hann er alltaf óþekkinlegur. Það er bara, ég hef aldrei geta látið að þessi skoski Karl Mörk væri, sko, Robert Evans úr The Offer. Það er alveg galið, sko. Hann er gútt, er hann bretið þá? Já, það sé ekki skoti. Hlýtur eiginlega að vera fálega skosku gæði. Já. En búin að vera svona út alla trissur einhvern veginn. En þetta er alveg bara... Já, þetta er fínt, sko. Þetta er svona, mér frekar boring á köflum þessu seríu, sko. Já. Þú veist, þetta 9 þáttadæmi er pirrandi, sko. Þetta var, mér fannst sagan ekki bera 9 þætti, sko. Nei. Og svona alls konar svona hliðarskref og svona, ég er bara svona, þú veist, já. Já, eftir að klára þetta. Kannski er þetta símadæmið sem við tölum síðast, sko. Streymisveitöldin, sko. Maður þarf að fá allt strax, sko. Ég þarf alltaf að, sko, komast yfir það að ég er fastur í dönskunni, sko. Svo líka var einhvern veginn miklu óhuglegur aðbúnaður en hjá konun í búrinu í þessu danska minnum þá var hann bara eins og vera bara í svona bensín eða svona olíutanki eða eitthvað, sko. Ég veit ekki, þetta er allavega, veist, múurinn er að klappa þetta upp á þetta minn. Einmitt, algjörlega. Múurinn er líka bara nokkuð sáttur við mynd mánaðarins eða mynd vikunar, Mission Impossible Final Reckoning. Sko Biggi, við náttúrulega erum að fá þig af því að þú ert búin að sjá alla myndunar. Já. Mikill Mission Impossible maður. Já, akkurat oftar en einu sinni. Og hvaða væntingar fórstu með á þessa mynd? Hvar á ég að byrja? Mission Impossible er náttúrulega búin að vera ákveðin fasti í lífi manns, bara frá 96. Kannski aðeins ungull að vita af þessu sjónvarsþáttum en það er hann að Já, þetta held ég einhvern veginn að þeir skipti óðlitlu máli. Óðlitlu máli, ég er búin að vera mikill aðdáandi þessara mynda. Það er bara alltaf einhver stemning í kringu þær. Það er alltaf skemmtilegar og alltaf verið viðburð að fara á þær og
þetta einhvern veginn svona algjöru vitleysa sem að bara samt eitthvað svo sjúklega skemmtileg og það voru búin að vera þarna í röð 4, 5 og 6 Mission Impossible algjörlega frábæra afþreying Einmitt, hvað 4 það var hann Ghost Protocol svo með Rogue Nation og svo með Einmitt hvað heit hún? Fallout, já og svo kemur þessi tvenna og mál að fyrri myndin þetta setup hún var svona lala fannst mér, en samt voru svona sprettir í henni sem voru mjög skemmtilegir í fyrirmyndinu fyrirmyndinni í þessu dúói svo kemur seinni myndin og byrja dómarnir að hrúast inn og það var 1 stjarna frá BBC og þá var ég bara svona, já veist, og þannig að væntingarnar fóru svona hratt niður en ég bjóst ekki við þessu þetta var ég held einhvern veginn, þetta væri einhver svona snobb elita að rakka niður myndin einhverju gaggrindur en svo fór maður á þetta út af því, þú veist, þessi myndir hafa alltaf verið svoleitt skemmtum og Tom Cruise náttúrulega leggur sér ítrekkað í lífsættu við aksjónatriðin, hvort sem hann að hanga út utan á einhverjum flugvélum eða klifra á Borskvífa og svo mætir maður á þessa mynd og þetta getur nú ekki verið það slæmt en bara, þú ert slegin í rót í fyrsta atriðinu algjörlega slegin í rót að þá ert Tom Cruise á hótelherbyggi það var sem sagt bara ég veit ekki hvernig það var að byrja að tala hana Nei, við verðum að byrja einmitt byrjunni bara spoilers Já, einmitt, minnum hlustundur á við tölum alltaf þetta allt hispjuslaust Já, en Tom Cruise á hótelherbyggi þar sem að hann svona ýmist að líta til vinstri, líta til hægri, líta til fram, upp og niður og yfir því einhver rödd sem að gefa honum þetta mission sem hann fær alltaf hverju mynd nema hvað að það rekið einhvern veginn allur hans ferill hjá Mission Impossible Force og IMF já, heitir þetta IMF og þetta bara svona mesta exposition dump sem að þú getur komist í og þetta mér var nærið því ég veit ekki hvað ég taka djúpt í orðing mér var nærið óglatt þetta var svo kjánalegt það hafa mikið verið að tala hann hvað hann væri ótrúlega góð manneskja ótrúlega mikilvæg manneskja og hvernig allt sem hann hefði verið að gera síðustu 35 ár hefði leitt til þessa punkt sem hann væri á akkurat þarna og svo aftur verið að tala hvað hann væri mikilvægur Ethan Hunt, bara mikilvægast manneskja allra tíma. Já, og ég strax fer í svona einhverja vörn bara, jú, ok, það þarf að rifja upp fyrir fólki hvað búið að gerast þetta áður og eitthvað þannig Já, það getur verið gott, þetta er náttúrulega framhaldsmynd þú veist, kannski mikilvægt að rifja upp það sem gerir síðast. En svo bara einhvern veginn versnar þetta og versnar því að það sem þessar myndir hafa alltaf haft það er ógeðslega sterk byrjun sem að gera alltaf ógeðslega spenntan hann hangandi út á flugvél, þú veist þeir eru alltaf að gera eitthvað þeir eru alltaf, eða það eitthvað sett upp fyrir eitthvað spennu eða eitthvað þannig en þessi bara byrja bara á 7 mínútna spjalli frá okkur mannesku einmitt af því svo hættir eftir þetta spjall þá heldur þetta smá áfram það heldur smá áfram að vera smá svona eða ekki, það áfram að vera að rifja upp dót og mér fannst í rauninni sjálfur að fannst með myndin eiginlega ekki byrja fyrir en að þau voru eftir svona 30-40 mínútur þá hann að funda með Bandaríkjaforseta þá byrjaði myndin þá verið að tala um þessi gervigreind the entity sem aðal vondukallinn í myndinni að hún var að komast yfir kjarnorku byrðir heimsins það var geðveikt þá og ég hugsaði, vá, þarna byrjaði þetta er spennandi en þetta var eftir svona 35 mínútur Akkurat ok, þetta er mjög áhugavert nú ætla ég að taka fram að ég ekki búin að sjá þessa mynd ég er búin að sjá allar hinnar en ég er búin að vera veikur það er mjög mikil munur þessari og síðustum og já, og náttúrulega veit alþjóðar ekkert endamál að ég þól ekki Tom Cruise og ég hata hann frá að hann kom fyrst fram bara í Outsiders og Risky Business eða hvað þetta var við höfum elda grásilfur en ég held að mér finnst að ég verði ekki bara að gerast svona bara hans málsvari á þess að ekki sé myndina en allavega BBC gefur eina, það er ekki gott hafið eitthvað að tjekka á hvað Guardian gefur ég hef ekki séð það Nei, ég hef ekki séð Nei, því að Empire vinnur okkar er gefa 4 það er galið og svo er hún náttúrulega með 80% í Rotten pakkanum og það sem að ég alltaf skautaði dóma hún sagt að hún sé eitthvað ginormously löng
en það sé alveg hugur að spenniðin líka Já. en þið talið bara eins og það sé Nei, bara þetta er- ekkert í gangi það skal ég kannski segja það er svo Oddur segir, þetta er 30-40 mínútur þeir myndir á stað og ég sagði við félagið minn eftir ég sá myndir hann sagði hvernig var hún, ég sagði svona 45 mínútur af góðri afþreyingu, 2 klukkutímar og korter af algjöru kjaftaði það var svona okay. Nei, ég nefnilega sammála sem ekki einu sinni sko fanservice ég mikill sökkar fyrir fanservice sko. Og ég hef nú heyrt að það sé eiginlega sko, þetta er náttúrulega 8. myndin gætum á því að það sé svona kinka kolli til þeirra allra nema númer 2 það er svo þessi bara ef það er kanon í Mission Impossible þá er búið að henda John Woo myndinni út sko. Þeir basically prjóna yfir sig í þessari mynd við það að vera að lenda franchisein og þetta á að vera svona síðasta myndin já, og það er verið að endurskrifa hérna myndirnar sko, þú veist ég veit ekki hvað við ættum nákvæmlega að byrja á því sko, en hérna, þú veist, það er verið að gera samfellu úr öllum myndunum nema 2 til dæmis, hvað við ætlum djúpt í þetta í 3 við fyrir ekki mjög djúpt held ég þetta er alltaf í myndum með 3 þá er hann að stela einhverju sem heitir Rabbit's Foot þú far aldrei að vita í 3 hvað Rabbit's Foot er en þú gengur út til þetta sé eitthvað svona vírus bla bla bla, eitthvað efnavopn kemur ljós að Rabbit's Foot er jú vísirinn að entity já, þetta er svona eins og chat GPT eitthvað, ef því hefur verið stólið bara í gær og svo spólum við 30 fram í tíma og þá erum við komin í Terminator Judgment Day og sko, og hérna já, þetta er af því hérna ef að gera þetta einhvern veginn skipulega Já, við verðum að gera það ef sko. að fara í það sem er gott og síðan í vont eða ef að klára það vond Nei, endilega, sko, ég er nefnilega ætla bara að byrja að segja, ég er bara hérna að sammála mér fannst að þessi mynd var ekkit, ég fór á föstu degi eftir langkvæðinu viku og ég ætlaði bara að skemmta mér ég bjóstu þetta er Mission Impossible mynd ég myndi bara hafa geðveikt gaman en svo byrja myndin á þessu sem við erum að tala um, þessar ræðu þessar mjög skrítnur ræðu sem er mjög líka skrítin tótt slegin í garð þessara persónu sko, í þann hönd eins og þetta sé bara einhver tóti sko, ég myndi láta þig horfa á þessu mynd ef ég væri sko, ef ég ætlaði að pínta þig þá myndi ég láta þig horfa á þessu nýjastu mynd ef þú þólar ekki Tom Cruise þannig er bara það er bara hann er Jesú Kristur já, hann er bara Jesú Kristur en hann er alltaf búin að bjarga heiminum sko 7 sinnum þegar hann er komið þessu en hérna ég held sko við rekjum okkur bara aðeins frá upphansrættum 96 og förum svo skipulega í þessa mynd sko. Að eins og til lýsir þessu það ætlum að ákveða greinilega að slaufa þessu ég er samt alveg vissum að eftir að koma önnur mynd sko. En þá er þetta bara, ekki bara eins og þegar maður fyrir stúdentspróf sko. Það var, þá varstu í menntaskóla í 4 ár og svo fyrst í stúdentspróf þá þurftur að lesa upp sko allt alveg hérna, svo í MR þá þurftur að lesa mannkynssöguna úr 3. bekk sko. Jú. Það er bara eins og að sé verið að einhvern veginn útskrifa áhorfendur og í þann hönd sko. Akkurat en að því að þið talið um þetta sé alltaf skemmtun og allt það ég er eiginlega ekki sammálaði sko. Mér fannst þessi frá 96 eiginlega leiðilega sko. Já. Og gríðalega vonbrigði og ég er látið þetta sé svona einu slakasta mynd Brian De Palma og sko, ég veit ekki hvort að munið eftir hæpunu, það var alltaf verið svo ungir sko. Þetta var svílíkt hæp sko. Já, ég man alltaf eftir hæpunu ég skal ekki fara í rökgrafið hvað hún reytar sko á Brian De Palma skalanum Nei. En sko þegar hún var gerð á sín tíma þá alltaf held ég að það er ekki verið sett sem eitthvað franchise Nei, alls ekki sko. og hún sem bara bíómynd sem bara hasarmynd finnst mér hún ógeðslega góð skemmtileg spennandi og þú veist það eru tvist og það eru svik og það eru klækir og plott og allt það sko en hérna Nei, sko, það sem mér var standið upp úr þegar ég sá hann í Bíó 96 þá alltaf þetta U2 sem var einn leiðast til í heimi tók sér til að spæsa upp sjónvarpsstöðið þarna sem við vorum að spila á hann Einmitt. Og svo var hann eitthvað svífað hérna í einhverjum vírum yfir einhverju hreyfiskinnara gólfi og greip svitadropa. Það var hápunkturinn í myndinni. Þetta lag og að grípa svitadropa. Þú veist, það var fullt ógsta góðu fólki með sér, það var allt drepið þarna á fyrstu 10 mínútunum eitthvað. En tóti, í þessari nýjumynd þá kemur loksins aftur persónu úr fyrstu myndinni. Já, ég veit það. Já, býtur rólegur, sko. Allavega, hún var það vinsæl að og það er hendi í númer 2 2000 og þá, John Woo ég var þá bara, þetta var bara svona á John Woo skeiðinu mínu sko. Þannig að ég fór mjög peppaður sko. Og það brást allt sko. Þetta var ekki góð mynd, hún var ekki spennandi og John Woo var ekki að gera neitt face-off eða killer eða neitt Hong Kong í sko.
og það var bara vonbrigði og svo þriðja myndin þetta er 96, 2000, 2006 og þá J.J. Abrams þetta var þetta, ég held að hún var nú litlu skárri en mynd nummer 2 sko nummer 3 það sem er langbest við hana er náttúrulega Philip Seymour Hoffman já, nákvæmlega hann eiginlega lyfti þeirri mynd upp úr algjöru meðalmennsku sko en þannig erum við samt að sjá að sko, Tom Cruise og þessi franchise er að treysta mismunandi leikstjórn til að gera sitt í hvert einans já, algjörlega en þá var spurning svo, hvort að það hafi alveg verið málið allavega sko, ég náttúrulega hefði vildum meina sko, þessi bálkur áttu bara að deyja þarna með myndum og 2 þessar hinn átt aldrei að koma ef þetta væri Final Destination þá fær þær bara hverfa svona núna bara í öfurröð. Mér nefnilega finnst svo þessi franchise ekki ná einhvern veginn vopnum sínum fyrir nummer 4 kemur sko. Já, það er 4, 5, 6 sko, það er J.J. Abrams, það er þriðja myndin og hvað kom svo í 4 hann kemur Brad Bird Já, það kemur Brad Bird og það var Ghost Protocol, 2011. Hún var ekki eðlilega skemmtileg. Hún var fín, sko. Það var líka, ef við rekjum okkur eftir Rotten tölunum bara. Þá mætti Simon Pegg. 96, nei, hann var í 3 líka. Hann var í 3 líka, jeez. Sko, fyrsta myndin er í 65%, 2 er 57%, svo skriðu upp í 73% í 3, en svo er þessi fjórða, Ghost Protocol, 94%, sko. Og það, ég man alveg að hún var skemmtileg sko. Ógeðslega skemmtileg. Hún var mjög skemmtileg. Ég var að horfa á hana núna daginn og ég var aftur loftrættur við að horfa á hana Burj Khalifa. Það geður. Þetta er og síðan þá bara af því að ég segi sko ég horfi á Tom Cruise myndir en ég gera yfirleitt ekki neitt sjálfviljur en ég er bara búin að mæta frekar bara kátur á Mission Impossible sko. Og sérstaklega eftir hann þessi Christopher McQuarrie hann er nú búin að halda þessu alveg halda góðum dampi, Rogue Nation var 94% og Fallout 98% og mjög skemmtileg og svo líka annars sem gott verð að ég gleymi mjög nógu sko, ég geti hort á þær allar í dag sko og verður bara jafn spenntur sko, þetta er farið með sko þannig að upprýðun fínt en ég var alveg sæmilega sáttur við þessa síðustu 2023 og er bara búin að vera frekar spenntur sko fyrir þessari ég er nefnilega að var að rifja upp ég að vera spenntur fyrir Tom Cruise mynd ég var nefnilega að rifja upp síðustu mynd þessa 2023 mynd út af því að mér fannst þessi fáránlega léleg og mér fannst það léleg ég tók sko voice memo sem ég ætla ekki að spila en það sem ég var svona að rekja rauninu mína því ég var svo pirraður á þessu första sköldi að því ég náttúrulega bjóstu að þetta yrði eins og hina myndinar skemmtun og ég myndi skemmta mig fálega vel þú veist, auðvitað áttum síðan spretti þessi nýjasta mynd en já, heilt yfir ekki sko og þetta er henni fyrsta feilsporið núna sko, síðan að ég veit ekki, síðan af hverju er þetta í tveimur hlutum, er þetta upplifið eitthvað heildarfíling í þessum tveimur síðustu, er þetta bara langur appendix eða hvað? Já, í rauninni sko langur appendix og líka held ég að þessi mynd þjáast af því að myndin sem kom undan hún innan gæsalappa feilar í miðasölu hún er undir væntingunum þeirra og manni líður eins og að þeir hafi einhvern veginn farið að panika með þessa mynd setja part og maður svona finnur fyrir einhvern veginn það er svo mikið af breytingum í þessari mynd sem maður svona finnur fyrir að þú veist það er svo mikill munar á tóninum í Tom Cruise á milli atriða að sko hann er rosalega þögull mörgustundum, segir ekki neitt er bara horfa, fólk er að horfa hvort annars og eitthvað svona voice over eitthvað þannig og svo er hann komin inn til forsetans þannig sem hann fara rökur í málu sínu þá allt inni kemur Tom Cruise og þú veist, og bara hann deliverar svakalega ræðu sem er svona alvótu karakter með allt það sem á bara undan því fattar við? Akkurat, þannig að mér leiðum svo þess að fyrstu 35 mínútur hafi verið eitthvað svona redding að bara við erum einhvern veginn að breyta því sem fórum einhvern veginn út af strikinu í síðustu mynd við erum einhvern veginn að laga það núna það meika sens að því að ég sver að þessi mynd byrjar ekki mynd fyrir þarna í þessu atriði þegar hann mætir aðtalaði fórst þá byrjar myndin Akkurat. Þetta er mjög skrítið sko. Og það var eins og með Tom Cruise að fyrstu 30 mínútur 40 það var eins og skrítina því að hann er ekki að delivera þenn línum að viti og ég bara fór að hugsa veist, er hann að lendi í sama Bruce Willis hann getur ekki lengur Já, fara hann bara eitthvað svona bara í hausnum fara að slá saman þannig. En þá allt innu kemur þetta atriði með fórstafnum þar sem hann bara aldrei sprækari aldrei meira kvikk í hausnum hann bara geggjaður sko en
og svona, ég fór einhvern veginn að hugsa hvort að þetta væri í rauninni stóri gallin í þessari mynd og hvort að mögulega hafi verkvall handriksöfunda gert að verkum að þetta svona mikill bútasömmur sko. Það lítur að vera, þetta nefnilega algjör bútasömmur sko. Svo mikill bútasömmur hleypur hann ekkert tekur hann ekki sprettir já, þá nú tikkaði festbóks hann tekur svo svakalega sprettir það fram með Big Pen ég er bara, þú fær gæsáður sko, ég lofa því já, eða fell í ómegin já, nei, ok, þetta áverð en þetta er náttúrulega getur næstu sagt að ég elski hatan mann en þetta er náttúrulega sko hann búin að vera svo systematískur bara frá upphafi sko hann náttúrulega bara, hann eina svona alvöru movie starið sem til núna sko, hefur alltaf verið já, það alveg og veist, bara kannski hann aðeins að missa mojoið að heimurinn búin að breytast og mikið veist, svo til Ísland, þetta getur verið panikviðbröð sko, út af síðustu mynd sko akkurat, þá kannski Tom Cruise ekki kátur sko og mér fannst ég líka kannski bara ræða það mitt hvort það sé að vera gaman mér fannst ég sjá á þarna í fyrsta sem hugsa já, Tom Cruise er gaman sko þetta hann er jafn gaman til Ian McKellen þegar Ian McKellen leik Gandalf í fyrsta sinn sko. en þetta er mjög góð pæling því að sko í fyrirmyndinni, ég horfði aftur á hana hann er gett fresh í henni já. svo bara kemur þessi mynd sem að átti að vera tekin upp samsíða já. það hlýtur þá að verið reshoots þú veist, sem veldur í að þessi munur er á milli sko, og þeir hafa ekki verið tilbúin með díalóg eða eitthvað þannig að hann er alltaf svona fattaru, svo veit ekki tökum Tom Cruise upp bara að horfa og svo bara finnum út úr í einhvern veginn hvernig við fyttum við inn í hérna söguna sko. þú veist, það var einhvern fílingur sem ég fekk þetta öll samtölin í þessari mynd eru svo hrikar það var hræðileg samtöl öll samtöl eru að fara yfir stöðuna hver næstu skref já, af því að sko, reyðum við þessu upp svo fer hann þarf að fara í þennan kafbát og það er alveg svona major dæmi að restina liðinu fer á einhver eyju milli Rússlands og hérna Alaska og menna hann fyrir einhvern kafbát og þú veist, það var náttúrulega mjög nett að horfa á hann hoppa niður í hann sjó og þú veist, já, hoppa hann í sjóin bara sjá við já, bara að vera augljóst að þetta var hann í þessu fucking hafi en svo bara, þú veist, einhvern veginn svo samræðin og þegar þessi karakter hann frá fyrstu myndinni kemur allt í hann aftur já, herru, það er náttúrulega uppáhaldsatriðið mitt í þessari mynd og ég fór að hlæja að þú ert komin að það með hann Donlo er svona skaurinn sem að hannaði öryggiskerfi í Langley í fyrstu myndinni hann er svona skaurinn sem að þau eitra fyrir svo hann fari alltaf inn á klósett að æla svo Tom Cruise getur síði niður í já, og gripið svitan og þegar hann tekst að stela the knocklist úr Langley þá kemur Kittredge sem er núna komin aftur og hann segir, hvað var Donlo að gera hann var eitthvað veikur herru, ég vil að hann manni núna post á Grænlandi og það gerist núna í kvöld og bara postleiki bara fötuna og svo sendi þau þangað ok, svo núna síðstlinn 30 ár hefur við ekki fengið vita neittu Donlo ég er búin að sitja núna hvað varðu Donlo, verða að fá að vita það ég fæ svar í þessari mynd hann settist á hvar var hann? Bara sá við hvað er þetta? Á hverju vaktstöð þar ratsjástöð á vegum NATO eða hvað þetta er Til þess að þetta er flott að það hefur Grænland þá var hann bara komin á heitasta blettin á landakortinu núna sko. Herri, þá er hann búin að stofna sér líf þarna síðan 30 ár, búin að kynnast einhverju konu innfættri konu þarna á sér eyju þar sem að þau eru að hlusta á skilaboð og reka husky hundastóð og herri og maður hélt einhvern veginn að Donlo yrði bara eitthvað svona innlit maður bara, njá þetta er Donlo þarna var kallinn, maður gaman að sjá hann svo einu nei hann er restur af myndinni, þá er hann bara orðin hluti af IMF sérstaklega konans og konarnas líka, þau eru fann að aðteka sprengjur og og svo til að kórona Messiasar dæmið hans Tom Cruise í þessari mynd, hvað hann er mikil hetja þá er að segja, hvernig endar ég já, þannig var hann málum vexti að ég hannaði og ég klúðraði því og sendur hingað og þau bara, vandralegt að því að Tom Cruise er og hann er eiginlega valdur þess að þú varst og Tom Cruise verður svona, já, afsakaði þetta maður ég hefði nú vita hvernig færi fyrir það hann ekki gert þetta nei, sko ef þú hefur ekki brotist inn og stólið nokklistanum þá væri eiginlega ennþá í þessari geymslu í Langley þá hefði ekki komið þingað og kynnt þessari fundið hamingjuna og þetta hamingjusama líf sem þannig að ég þakka þér Tom Cruise fyrir að bjarga mér í þannig Tom Cruise þetta samtal
negli myndina sko. Svona eru öll samtöl í þessari mynd maður er bara ég rétti um mig fór hlæja svo mikið þetta er óborgarlegt Ég er eiginlega bara að vera spenntari fyrir þessari mynd sko. Þetta er galið þangað til þau fara aftekjasprengjur þetta er sko þetta er að því það fá allir einhvers konar send-off í þessari mynd einhvers konar hlutverk að gera eitthvað skilurðu sama hversu þú veist ímyndið ykkur bara Endgame í Marvel sem er svona send-off fyrir alla nema það er einhver öryggisvörður og Iron Man sem að hafa bara 30 mínútur bara þú er partur af Avengers núna og bara við verðum að hafa vita hvernig fór fyrir þig en hérna og talað manna sem er algjörlega galli í þessari mynd Ving Rhames, elskan bara Luther geggjaður alltaf í þessari myndum ógeðslega svalur, ógeðslega flottur Jesus Christ, hann í þessari mynd orða salutin sem að bara Ethan þú veist, þú ert örlögin eru það sem þú skapar og þú ert örlög og örlögin sem við völdum eru örlögin sem við höfum og þannig örlögin skapast að örlögunum skapast og þau verða þeim örlög og maður bara, hvað er þetta að segja? Hann er með 2-3 ræður þess að hann bara tala um destiny is what we make and destiny is what you are bla 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 sko ef einhver var líka að verja Tom Cruise sem leikara þá þú veist, það er ekki hægt að verja hann í þessari mynd sko. Hann er alveg skilur Tom Cruise er geggjaður leikari Já menn hann hefur átt ógeðslega góða Já, ég skal alveg bara viðkjanna það hann hefur alveg átt bara sko fína spretti í alls konar myndum og allt það en það er ekki svo eitthvað persónan Ethan Hunt gerir eitthvað stórkostlega kröfur til leikara sko Ég bara, sko, þetta er líka það var einmitt sko stefið þannig að fyrstu 30 minnar að fólk er að tala og hann er alltaf bara að reakta ógeðslega skrýta Þetta var svo skrýta En að því að nú eru hinnar þarna síðustu búin að vera svona bara þéttir og bara góðir actionpakkar sem að sko ég hef bara getað haft gaman að þrátt fyrir Tom Cruise en það voru eins og sko Kristoffer McQuarrie er einhvern veginn líka þá þeir eru að missa einhverja yfirsýn sko Nei, þú veist, þetta snýst að þeir eru að reyna að lenda þessum franchise og þetta er svo, allt svo mikið og í staðin að gera bara legacy send-off sko og ímyndaði bara Return of the King, Lord of the Rings ef að hún hefði öll verið síðustu 40 mínútur skilur það fílingurinn sem er að kvæðja alla Já, það er bara kvikmynd alla blaðsjúðna sem eru í bókinni en það er bara öll myndin hefur verið farið að kvæðja alla bara, og þú veist allir bara svona En hvað, koma þá Jeremy Renner og Henry Cavill það er þeir? Henry er náttúrulega dáinn hann fær ekki að koma aftur Já, Rennerinn lifði hann ekki nema þessar 2 myndir hann var nú eða Cavill var hann Henry Cavill var alltaf vondukall hann var vondur, hann var svíkari en það er bara fyndið með Jeremy Renner það er ekki og Dunlow fær send-off en það er ekki minnst á Jeremy Renner í þessari Já, það er svolítið gaman hún Nei, jú, en þú veist, það er bara sorry ég var að reyna að googla einhverja línur úr þessari mynd að það eru svo heimskulegar eitthvað svona, þú ert summa eitthvað alls kærleika á jörðinni þetta er allt eitthvað svona, þetta er alveg bara svona þetta er crazy þetta er þá bara eitthvað að fara að hlaupa alltaf verið í sperrunum á Tom Cruise en hann er alveg bara þennja sig í bóð Svo líka, að því með Rabbit's Foot, ég verð að fór að segja það hann stelur sér Rabbit's Foot til að bjarga konu sinni í 3 annars er þið konu á strippin og þá fyrir hann að segja af því ég bjargaði konunum minni þá er þess valdur að heimurinn minn eyðast af því að Entity var til að því ég bjargaði konunum minni og Entity mun setja alla kjarnorkusprengjur í loft og sprengja alla þannig að það er mér að kenna að heimurinn sé að fara þetta var allt einhvern veginn svo algjörlega galið sko en ef við ræðum einstakar hvað fannst þér senuna sem að fyrir kafbátinn það er svo 2 senur í þessari mynd sem að gera hana þú veist bærilega og þú veist kafbátasennan geggjur senuna þegar hann fer úr búningnum í hitt sko þegar hann er að fara nýr í kafbátan í Sevastopol það er mögnu senna og þá ertu alltaf að hugsa eins og þú ert alltaf í þetta Mission Impossible myndum bara hvernig gera þetta þú veist maður vill vall að horfa á behind the scenes þú vilt bara fá að lifa í þeirri blekkingu að hann bara gerði þetta sem hann gerir mörgum tilvikum en með smá trikkum sko en mér fannst svona alltaf í þangað til hann sleppur út úr kafbátunum hann var smá búið að eyðileggja þá senu fyrir mér eftir senuna sem er aðeins í byrjun á myndinni þar sem Entity tala við hann þar sem setur á sig hjálminn að því að Entity ætlar að tala við hann og Entity sýnir hún framtíðina
og meðal annars framtíðin fólkin í því að hann mun eitthvað klúra málum í þessum kápati þannig að einn kjarnátturinn dettur niður eitthvað og það springur allt svo alltaf að hóta því en svo gerst aldrei ég var búin að gleyma því atriði entity atriðinu sko. Okay. Það eru svona gamli taktar á og til inn á milli og svo eru svona hræðilegar samræður meiri hluti myndarinn eru hræðilegar samræður en svo tróðaði geggjum aksjón kannski eitt sem líka eitt stærsti gallinn við þessa mynd og líka fyrirmyndina það gaurinn sem leikur vondakallinn Gabriel shit hvað hann underwhelming vondakall það alveg rétt hann líka sem leikari þá hann ekki einhvern veginn þetta ekki gallinn sem velur sem loka vondakall hann svo snirtilegur og veltilhafður og hann svo sætur og allt það mér finnst að vera meira svona hann ætti að vera að leika í Bold and the Beautiful heldur en að vera í þessari mynd sko. En líka þú pæli, hann hafði ekkert að gera í þessari mynd nei. Hann bara svona dúkkar upp af því hann þarf að dúkka upp og það alltaf bara að segja mér, hann ógeðslega vondur hann ógeðslega klár, en það aldrei sýnt mér hvað hann gerir sem svona ógeðslega vondur og ógeðslega klár en svo segir hann kemur come and get me Ethan hann alltaf að segja eitthvað svona sko ógeðslega skrýtna línur sko, sem að maður átti eiginlega ekki orða sko. Það margt hróttalegt í sig ef ég væri ef ég ætla að pynta þig þá myndi ég strappa þig fastan í stóla ég held bara að þetta sé áhugavert frá mínum sjónarhóli til þess að sé þetta pynta með þessu ég bara þarf að ná heilsu strax þetta nefnilega áhugavert sem þú segir Tóti að því sko ég fór að verða mjög áhugasamur myndina bara þú veist constructionið á henni, þú veist, hvað í gangi þetta ótrúlega hvað reshoot, hvað hitt og þetta skilur að maður fer bara að vera með svona áhugasamur kvikmyndagerðina og hvað gerast þarna heldur en endilega hvað fara að gerast í myndinni sjálfri þetta orðið svona bara stúdía sko. þetta lítur að vera versta Mission Impossible myndin, en það ekki það ekki þannig ég horfði á 2 aftur sko en daginn ég held að á þess að hafa séð þessa 8 þá held ég að það engin að fara að toppa 2 ok, að því, í 2 stóra áhættatriði sem alltaf selling point á myndinni og svona sígur hann niður aftur og sígur hann niður línu og nema þetta ennþá gerfilegra og verra heldur en fyrsta myndin mjög, ég ætla ekki að segja þessi gerfilegt en í þessari þá svo augljóslega á svona kvikmyndasetti og þá ekkert eftir ef að þú ert ekki með eitthvað svona bravastönd eða setpi skilur við það sem skilur þessa mynd frá henni þessi 2 atriði það sem kafbáturinn og flugvélin sko flugvélin var náttúrulega snarsturluð ég held það í fyrsta sinn sem reynda galið en ég hugsaði þarna bara það hefði svo auðveldlega geta orðið það einhver veruleiki þar sem Tom Cruise bara lést við að gera þessa mynd sko það sem bara, þetta bara síðasta mynd Tom Cruise það er hann bara datt þú mættir að setja í trailunum ekki þannig að hann gerði það á vélni og hann var spurður sko, hvernig gerir þetta, ertu með fallíf? Nei, það er of hættulegt að vera með fallíf hana svo bara af hverju, ef hún opnast þá bara eru allir farnir þetta gali sko en það atrið, það náði mér alveg sko, þú veist, það bara að horfa á þetta ég bara næ ekki hvernig hann fær að gera þetta með allar þessar trygginga einmitt, það lítur að vera helviti vel tryggður en hann myndir náttúrulega að taka 2-3 tryggingafélag bara niður með sér í fallinu sko. þetta er bara hann hefði svo auðvitað getað að dreipist sko. já, bara líka, þú veist, líka hvernig ná, sko, kannski líka bara hvernig ná að halda fókus í sko frammyndunni á þessu flugvélatriði, ég meina hversu mörg rítek hefur til að gera það veist, kannski fór bara öll orkan ég gera þetta atriði og svo bara finnum út rest allra stönda í síðustu myndinni og en einmitt að þú veist að segja svo, einmitt, við vorum að tala um lengdina þessari mynd sko ég eiginlega hugsaði bara þetta flugvélatriði alla myndinni, ég var bara hvenær kemur svo, hvað var þetta? Þetta var dett inn eða bara þegar myndið var að vera búin það var helviti mikið liðað þessari mynd þá sko en hún verið samt alveg verið að teka ágætlega svona, þetta er náttúrulega þetta snýst sko hversu mikið peningar halinn þessar myndir er það komið svolítið út úr kortið það er náttúrulega dragir svo svakalega mikið að skriljónum sko að viðurandi aðsókn kannski ekki nóg en hún hvað, ég held hún sé hún ekki bara fyrir neðan Lilo og Stitch bara bæði hér heim og í Bandaríkjunum Lilo og Stitch að rakin meiri peninga? Nei, allavega sko Lilo og Stitch með meiri aðsókn
hérna á Íslandi allavega held ég þessa vikuna heldur en það eru báðar búin að vera held ég í 2 vikur í gangi Svo Sambíón hefur lustu It's Possible viku, Já, mjög skemmtilegt þetta er allavega, þetta allavega fólk rennir ennþá að fara að sjá þetta það er líka allavega má sennilega ekki vanmeta sko púlið sem hann hefur bara sjálfur sko Ég meina, það verður Þetta er þá kannski eitthvað að fara að minka það verður að auðvitað vera hann lofi ég meina, hann er síðasta kvikmyndastjarnan það er bara þannig Já, það er ekki sko en hérna hann allavega það líka, það má alveg segja að það getur verið heillandi hvað þessi maður var fókuseraður þeir var að tala um þetta í viðtölum sko, gaurarnir sem voru með honum í Outsiders Emilio Estevez og Matt Dillon og einhverjir svona gæðar sem voru meiri áberandi en hann þá það leyndi sér aldrei hvað þessi gaur ætlaði sko. Hann ætlaði bara á toppin og bara systematist, hann rosalega kalkuleraður hann hefði verið gott illmenni hann er kannski illmenni sem vantaði í þessa mynd Það hefur verið geðveikt hann alltaf hefur sínt þá takta hvað Já, hann var í Magnolia Já, Interview with Vampire og svo var það hérna cameoið hérna, Len Grossman hérna í Tropic Thunder er alltaf snill sko. En hérna, já sko, hann virðist núna ætla að taka annað skref á ferðinum, hann ætlar núna held ég að fara í svona hann er að fara að taka eitthvað sjens með einhverju svona auteur núna næstu mynd hann að Hvað myndi það? Ég man ekki hvort hann sé að fara að gera eitthvað með Alfonso Cuarón eða eitthvað þannig sko hann er kannski ætlar hann að fara núna bara búið með Mission Impossible í bili allavega og þá ætlar kannski að gera einhverjar myndir, alvöru myndir núna en hérna allir Top Gun 3 kom ekki Jó, er ekki eitthvað að hóta því Já, ég meina hann þarf ekki að gera alveg svona líkamleg aksjónatri í þeirri mynd Nei, en hann er eiginlega detta í síðast senast með það sko. Hann er eiginlega, getur ekki Svo, þú veist, talandi um reshoots þú veist, loka sennan í myndir Hver var alveg, oh my god, það tala um atriða sem þau eru að horfa okkur þannig það er í öskulú sko. Það er skrýtnast sinna sem ég sé Engi virðist vera á sama tíma og sama stað sko. Það er bara að teki mynda fólki og horfa í myndavel sko. og maður bara Já, þetta er geggjað ég held að það er bara best að fara að stoppa ykkur af ég held að sé ekki Þetta er hróttaleg mynd sko. Hún er að talandi hérna hvað svona endurstökur, nei Reshoots, já Reshoot kem ég með geggjaða brú yfir í allt annað sko. að ég er búin að vera veikur þá er ég búin að vera að liggja og hlusta á hvað heitir þetta Storytel bók sem heitir A Long Time Ago in a Cutting Room Far Far Away og þetta er svona saga Paul Hirsch sem að klifti Star Wars ásamt henni íkonunars Lucasar stóluðu mér en hann var hann klifti mikið fyrir De Palma sko, klifti með hans Mission Impossible Já, Já, og hann er hann enda sem sko síðasti klipparinn frú Lucas er farin að snúa sér að öðru hjálpa Martin Scorsese að ganga frá Taxi Driver og hann að Lucas ákveður að Paul Hirsch segi að klára þetta með honum sko. Og það var geðveikt bara afreka klastar saman þessi Star Wars mynd þetta er náttúrulega bara lýsingarnir eru alltaf bara hræðilegar það var bara klippa saman myndir og það var bara alltaf eyður bara hér koma TIE Fighters, hér koma X-Vengjur hér verður eitthvað bla 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 nema þegar þetta er alveg að vera að koma í hjá honum sko. þá hóar Lucas í forsýningu fyrir toppana hjá 20th Century Fox og einhvern almenning og og þá segir Lucas við hennan Paul, nú verður hann að hóa saman liðinu því að við þurfum örgulega eitthvað reshoot sko. bara svona pre-screening kostar reshoot sko. svo bara er gæin lýsir sko. sita í salnum, bara leið opening crawli kemur, bara salurinn hann er bara stendur á öndinni allan tíman og hún frú Lucas á hverju stólmöður hún var búin að segja við Paul félaga sinn, þeir fengu Óskarinn fyrir klippinguna by the way þess að ef atriði þegar Han Solo kemur í restina á Millennium Falcon og sparkar veitir út í bláin sko, ef fólk stendur ekki upp og fagnar þá er þetta bara að klika svo bara kemur það atriði og hann sagði það bara var eins og þau verður að fagna sko, sigri upp á sliðsins síns bara á vellinum sko, bara staðið upp og þá bara náðu aðkontakt og náðum þessu neglum við það en og þá eftir sýninguna þá kemur hann og spyr Lucas, hvað hefur að gera? Nei, látum þetta bara standa svona
það er góð mynd sko, góð mynd sem þú ert að preppa þig fyrir reshoots og það er gætt gerum þetta ekki betur. Er þetta ekki orðið miklu algengar í dag að svona endurtökur, svona reshoots og allt þetta? Gert ráð fyrir sko og magnað til dæmis að Star Wars sem að hérna er bara íkon og aðeins svona mesta mynd allra tíma og allt það sko, þú veist hann finnst það rössin í bíó sko Já. Þú veist Þetta er alveg ótrúlegt að þetta hafi tekist alveg. Hann hérna þessna hann hefur aldrei verið ánægður með hana Nei, eins og hefur svo sem komið Shit, sko í tryggaði ljós sko. Þetta er mjög skemmtilega að sagja og kemur líka svolítið fram að þetta er svo gott fólk Lukas hjónin sko, það er alltaf lengur skilin sko. Það er alltaf að tala um að hún hafi einhvern veginn tryggt að og náttúrulega þessi gæi Pól sko, allavega Lukas sagði við hann bara, þú veist, takk fyrir að berga myndinu minni, þú varst last man standing sko. Já, Lukas er ekkert alveg kannski bestur í þessu nákvæmlega Þannig að hann klippir svo Mission Impossible Já, og hérna Carrie og Obsession bara fullt fyrir De Palma sko. Nákvæmlega, sko, þetta er væntanlega Mission Impossible franchise þetta dæmi þetta er væntanlega allt og mikið peningamaskina til þess að sleppa þessu alveg er það ekki það? Já, það vandamálega sko, Jeremy Renner átt að taka við Já, var eitthvað pæling, er ekki að baka þetta? Jú, hann átt að taka við og hérna en bara nei takk Megalomaniakin hefur ekki höndlað það Hvað var, já, var það Tom Cruise sem að fílaði ekki það? Eða var hann bara ekki nógu vinsæll? Já, bara þeir bara sá bara, herðu, þú veist hann er ekkert að vera hæg á sig kallinn, sko Nei Kannski var hann komið eitthvað plön önnur, sko ég er að fara að gera Top Gun og svo að gera hann svo hræðilega mömmi mynd sem átt að vera eitthvað Já, átt að vera svona upp af eitthvað svona monster hjá Universal já. Svo klikkar það, þá getur hann bara, herðu opposið við hérna fyrir bara aftur í Mission Impossible sko en hérna, hvað er hann ekki líka að fara að gera Days of Thunder 2 jafnvel? Jú, eitthvað það er ekki líka að koma Cocktail 2 Cocktail til að haka hugmynd, það er besta hugmynd sem Nei, þetta er bara eiginlega besta hugmynd sem ég Er það ekki franchise, Cocktail? Það hefði alveg ekki orðið það, en kannski aðeins svo seint núna sko Ég fyrir hann ekkert að fara að henda sér bara í leikstjórastólina Nei, akkur, þannig að alltaf bara sittlóta peningum, okkur bara hættir hann ekki bara Hann segist alltaf leika, hann getur verið 100 ára Það er þannig Ég trú honum alveg fyrir hann alltaf kafi í þessu vísinda kirkjudæmi þannig að hann vantarlega mun ná því Já, þeir eru eitthvað svona sið þeir eru með þarna líkilina eilífu heldur þessu lífi með grunnar en mér er mjög leiðilegt að í alvörunni að þessi mynd hafi verið svona þegar ég líka þetta första skvöld sem ég fór á hana ég er ekki að tjóka, ég tók upp sko 3 mínútur sem ég ætla ekki að spila ég ímynda mig, ég geti kannski að spila en núna ætla ekki að ég var í geðrói já, þú veist, ég var bara í sjokki yfir þessu handriti og ég var fyrst og fremst í sjokki yfir í að hafa ekki skemmt mér það sem er svo það er bara eitthvað sem Mission Impossible mynd á að gera þú gleymir henni leið þú gleymir sögurþræðinum leið en hún sé svona fokk leðileg það er alveg ræðilegt Svo líka sko með hérna entityð hérna sem er gerfugrindin þú veist, það er eitthvað svona það er verið að skjóta þú veist, það er verið að skjóta á nútíma samfélagið Já, væntanlega og hérna að hérna, svo líka allt þetta með umræðum að handrit verið að gera AI og þeir eru alltaf í einhverju svona 4D chess við entityð bara og hérna, þeir eru alltaf að segja sko Tom Cruise er alltaf að segja bara þú verður að gera þetta, af hverju? Af því að entityð býst ekki við því að þú myndir gera þetta Við verðum að vinna saman Við tveir verðum að vera vinir því að hann býst ekki við því og þá munum við, hann er alltaf einhverju svona þetta er að hérna einhverju svona chaos theory skilur hérna, Ég er búin að gleyma þess alltaf þessum línu hérna, hann virðist vera einhvern veginn svona að sína fram á að manneskjan mun alltaf verða aðri, þetta er einhvern svona hans leið á því að mannsandinn, sigur mannsandans sem hefur reyndar alltaf verið smá stef í þessum myndum að þeir eru alltaf með einhverja geggjaða græjur sem er alltaf að redda öllu fyrir á en það klikka alltaf og hann bjargar í síðan restur sem er einhvern alltaf svolítið smá skemmtilegt að hérna, þeir eru alltaf með einhverja geggjaplan sem að klikkar og þeir þurfa einhvern svona improvisa á staðnum en það var ekkert þarna Nei, og ég manstu líka eftir því að það var rísastór dæmi að karakter Simon Pegg deyr næstu og maður bara horfði á þetta og bara þú veist, gespandi sko þessi gaur er ekki frá að deyja sko. Nei til hvers eru þið aðeins ég er ekki smá í vafa eða hræddur hann dey Það er nefnilega líka annað, þetta er einmitt
þeir þorðu engu í sann mynd sko. Lúþur dó Já, þú veist Lúþur en ég meina það samt árið, þetta nú bara orðið bara gegnum gangi bara í bíómyndum það bara má enginn deyja Nei Þess vegna Mission Impossible 1 svolítið geggjuð því til Já, og þegar hún byrjar á því allir út af henni allir deyja sem alltaf ruggla þú veist Það frekar nett Já, mér finnst ekki nettið að hafa með Kirsten Scott Thomas og Emilio Estes og það fullt af bara fínu fólki hérna mætt í partíið og bara, þú ert hérna bara til að drepast Já, þetta alveg smá pæling sko því ég sé myndina 12-13 ára og hef ekki hundsut á neinu, ég bara Tom Cruise, hérna, sígavír þyrla, lest og þá kannski lifur hún svona stert í minningunni minni meðan Tóti sér hana þegar hann hefur fullorinn sko, þá hann bara, Nei, ég held sér það sama hér sko, þetta bara, þú veist þetta ákveðið svona íkonisk fyrir maður Já, samt voru þetta, samt þetta var alveg cool að grípa svitan og þetta stef náttúrulega sturlað sko. Þetta ógeðslega gott lag Þið spila þetta stef ekkert í þessari mynd Ég bara manna ekki Ég held ekki sko Held að gera það ekki sko Það alltaf bara svona ógeðslega dramatist skilur þú veist, endalaust Þetta það magna, það ætti náttúrulega hlakka í mér bara við að heyra þetta en ég bara samhryggist bara ykkur og allir Tom Cruise fólki ef þetta í alveg svona ég samt ég hef að tilkvæmlega ég muni skemmta mér bara miklu betur en þið þegar ég lóksins vera á þessu mynd eins og er hundlegar og hlusta ykkur tala þetta er alveg bara Þú myndi ekki skemmta vel á þessu mynd þetta er hörmuleg mynd alveg hörmuleg Mástu líka loka skilabóður sem að Lúþur á búin að taka upp fyrir hann Já, býtu hvað Við svimaði sko Hvað var Þetta var bara, þú veist We are the sum of all our actions bla 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 Sum of all fear Já, heyri, ég ætla nú aðeins að tóta árin ég slepp ykkur sko það var hérna er ég búin að týna þessu maður Arnar Eggert Thoroddsen hérna gúrú hann skrifaði þetta svæfandi hann sko ég er bara búin að týna þessu maður hann skrifaði þessu mynd og hann er sammála okkur og ég meina Tóti myndir ekki segja að hann var nú ágætis Já, hann er alveg autoritet hann hérna segir svæfandi sendifur afþreyingavaktin líjandi var hún í þetta sinni hvar á ég að byrja hvílík vonbrigði og þetta sé loka myndin í þessari annars vel yfir meðalagi seríu sæmilega útfæra hasar en þetta handrit guðminn almáttur þetta orðasalat inspirational kvóta Cocoa Puffs speikis loðmullu sóðgrillu bull melankólískra kjökrandi manna það sem þú ert alltaf summa þessum kærleika bla bla þetta er bara þessi mynd þetta er hræðileg mynd þetta er hreikilegt ég elska bara svona sko. ég held að ég sé bara alveg að fá bara trít nei, alls ekki erum við að treysta okkur í Power Rank eða? Já, hefur að gera það Já, bara ekkert mál, ég skal byrja það er nummer 2 er nummer 8 nummer 8 er nummer 7 Já Þetta verður flókið Já, þetta er flókið Þetta er mjög flókið 3 er síðan nummer 6 og nummer sem kom síðast part 1 Dead Reckoning, hún er nummer 5 svo Rogue Nation þá eru komin í sem sagt ég ætla að setja þá Ghost Protocol, Fallout og svo nummer 1 Það er þannig Vá, það er geðugt En þú? Ég er bara sammála Ég man ekki alveg, ég man ekkert eftir ég man ekkert hvað gerist í Fallout ég man í Ghost Protocol þá druknaði næstu það ekki? Jú Nei, Rogue Nation druknaði næstu Rogue Nation ok, ég man ekki neitt sko. Ég man ekkert En Fallout sko atrið á barbygginu sko þegar þeir eru að slást þetta við Henry Cavill er að pumpa sko. Það er náttúrulega eitthvað svona legendary þeir taka Halo-dæfið sko allt svo gekk Af hverju hefur ekki valið eitthvað geðveikan vondakall í þessu síðustu mynd eitthvað alvöru leikara Þú vart með eitthvað AI Já, en þú veist Þetta er framtíðin, við þurfum að fara að díla við eitthvað gervigrindir en að henda þess bara Chris Hemsworth þarna sem vondakallin, bara eitthvað skilur, bara einhvern sem er ekki þessi gæði sem ég veit ekki eins og hvað heitir þú veist, þetta er gali sko. þetta er einhverja galnar ákvarðanir það hefur eitthvað klikkað þarna í ferlinu sko. því miður er þessi mynd ekki bara að summa alls sem getur klikkað verkfalla og Jú, hún er það Herru, við erum að þetta í klullara, ég var að sleppa byggja Já, ég held að þetta sé ágætt sko, að sleppa mér sko að parkotíni fyrir alveg að wear off en einmitt Já, þið bara að fara inn á Toppfólk, Facebook-hópun okkar
það er náttúrulega ekki verið mikið líf þar undanfarið en hérna, þar verða spurningarnar og svörin Já. og svona fleira hann kom nú, ljósmyndarinn okkar sjálfur, Anton Brink mætti Einmitt. tók svarkvíta myndir Geðveikt. Geggja myndir. Geggjastu, sko. Sem að nota þetta í eitthvað. þarna var mikið af okkar besta fólki sko. Já. og við erum hjá Rekus sem að leigir út skrifstofur og fundarherbyggi og allt þar á milli Einstaklingahópa, fyrir alla sem að vinnustaði. vilja og þurfa Út allt land, allan heim. Já, getur bara stokkið upp í vél bara hjá Bigga í Play og bara verið player Nákvæmlega. bara í Rekus fundarherbyggi Nákvæmlega. í London Já. til dæmis Það er galið, við höfum ekki gert það. stokkið upp í player vél Stók upp í playvél og til London og farið eitthvað Rekus og tekið upp það þar. Heyrðu, það er nú magnað, ég er að fara til Danmerkur í næsta mánuði að heimsækja strákinn minn og Þetta ég ekki að fljúga með play? Jú, ég keypti mig hjá Play Við þurfum að taka Ter og Tottenham ferð til London sko. Það er alveg hreinu Það sem var ekkert eðla vel. Draumur. sem minn mig líka á það átt að bjóða okkur út að borða í þetta Edition Hotel Otter þarna þegar vorum að fréttablaðinu það var aldrei eftir því, mástu Nei, einmitt, ég var að glemma því. Það var skemmtilegt. við getum ekki rukkað það núna Nei, það er ekki þá förum við bara til London Já. verðum í Rekus loungeinu og Heathrow og já Herri Biggi, takk fyrir að koma. Bara takk fyrir að fá mig Já, og bara, ég vona bara að þú jafnir þig á þessu ég skil höggið, sko Já. Það Nú bara vona að formúlu myndi með Brad Pitt veri Heyrðu, góð við þurfum að fá hérna gæjana sem eru með Pittin podcasti til að vera með okkur að horfa á þá mynd. Já, ég ég bara horfa hérna á hvað hétt Stallone-myndin Driven, Drive, bara horfa hann aftur bara Jú, hljóma vel. Hvað er að Brad Pitt, veist það hvað 30 ára síðan Tom Cruise gerir Days of Thunder kemur Brad Pitt núna Hann er bara að stela þöndur Sami líkstur tókum ári bara hann ætlar að ræta þetta Ég er geðug mynd, ég er mjög spenntur. Já, ég veit nú hvernig fór fyrir leikstjóra Days of Thunder Nei. Hann draf sig Tony Scott bara litli bróðan Sridley Alveg rétt. hann hendi sér fram að einhverju brú í helli Var það út af Tom Cruise þá? Nei, heldur ekki hann gaman að segja frá því að Tony Scott sagði sko að hann hafði svo gaman að nöyti svo að gera þessa mynd með Tom Cruise að því að hann fekk svo mikið að ríða út af það að vera bara í skottinu á Tom Cruise sko. Tom Cruise sogaði náttúrulega sér svo mikið gellum sko að Tony Scott gæti einhvern veginn svona sneika sér þarna inn á milli sko. Vá. Hann gerir náttúrulega frábæra spennumyndir en hérna hann er ekki svona kongur eins og stóri bróðir sko Nei. sem er bæði vegi bara hættur að skipta sér alien sástu það? Það er stafist. Mark Hamill er búin að lýsa yfir hann ætla ekki að leika neitt meira Star Wars og Ridley Scott bara hann nennir ekki Þetta er komið. segir að svona sínmynd hafi verið fín og fín mynd hjá Jim það er þá Aliens svo eiginlega bara er hann skefið skýna hitt það er nú bara verið ekki nóg gott sem við kemum alltaf að söka hans í hættu það sem hann hefur haft mánu að leggja í þessan bálk síðustu áratugin er líka drasl sko þannig að þetta er allt gott menn er bara að hætta sko Tom Cruise hún er að sekka sín vitinu Hætta á tóknum. já eða því sem næst Einmitt. ok Herru, yfir út.